Halleluja. Já, Biblían kennir að við eigum að gefa börnunum að andlega fæðu og það hefur tekist mjög vel til hér. Að þá mun hann ekki snúa af þeim vegi kenniritningin þegar hann er orðinn fullorðinn og það er bara málið. Bæði mín börn hafa okkar börn, alveg við eigum þau víst saman. Þannig að Drottinn er búinn að ákveða eitthvað og Guð er að fæða fram. Síðast þegar ég talaði til ykkar, þá talaði ég efni sem að mér er mjög hugleikið og mér langar til þess að halda áfram að tala sniðlung Guðs. Af hverju? Út af þetta er bara hlut af líf okkar. Og ef við föttum ekki þetta, þá eigum við rosalega erfitt með að treysta Guði þegar í harðbakkann slær. Þess vegna þurfum við ofta bara minna okkur á hvað Drottinn segir í orði sínu. Og ég talaði út frá Jóhannesi 15. kafla þar sem að segir takk fyrir. Ég er vínviðurinn og þið eru greinarnar. Og hverja þá grein sem að ber ávöxt í mér, hreinsar hann. Og það er verið að tala Jesús er vínviðurinn, við erum greinarnar og það er Faðirinn sem er vínyrkinn. Og hann gengur því hann hefur áhuga á að sjá okkur vegna vel. Og alveg eins og sonur minn var að segja, það er svo margt sem að býr í frelsisverki Drottins. Hann hefur sigrað hann lagði blóð sitt, hann lagði líf sitt á altari fyrir okkur til þess að endurheimta okkur, til þess að gefa okkur eilíft líf, en líka til þess að gefa okkur líf í gnægð í þessu lífi. Og vinir, við skulum ekki gleyma því að eins og segir í Faðirvorinu, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Þannig að það sem að Guð vill gera í gegnum líf okkar því að við erum jörðin, að hann vill að við líkjumst honum og við leitum til hans í öllum kringumstæðum. Og vinir, þegar Guð er að sníðla líf okkar, þá er það ekkert fagnaðarefni. Og stundum bendir hann okkur á einhverja synd í líf okkar, eitthvað sem við þurfum að leggja af til þess að verða líkari honum. En stundum er það bara óþægilegir aðrir hlutir sem að hafa áhrif á líf okkar. Og hversu margir hafa ekki átt vini, til dæmis góða vini. Og við höfum hugsað, þetta er vinur til lífstíðar, en allt í einu kemur eitthvað upp á og það er nánast eins og viðkomandi sé klipptur úr líf okkar. Og við spyrjum þá Guð, af hverju ég? Af hverju þarf ég að gangi gegnum svona kringumstæður? Og við föttum ekki ráðsályktun Guðs. Því að Guð vill að okkur vegni vel og hann veit hvað framtíð okkar ber í skauti sér. Þannig að þegar hann er að laga hluti til í okkar lífi, þá er það aldrei til þess að meiða okkur, það er til þess að við berum meiri ávöxt. Og stundum lítur það ekki vel út, stundum er eins og hann klippir hluti í líf okkar, stundum er eins og bara hlutir endi. Þú veist, kannski ertu búin að vera að liggja og hvíla okkur ákveðnum stað, það getur verið vinna þín, það getur verið félagsskapur þinn, það getur verið svo margt. Og við höfum verið vön að hvíla í einhverjum kringumstæðum, en allt í einu getum við ekki hvílt lengur þar sem við vorum vön að geta hvílt. Og það sem að Guð er að gera með því, hann er að færa okkur úr stað. Og vinir, hann gerði það sama við Ísraelsmenn forðum daga. Hann notaði óþægilega kringumstæð til þess að koma vilja sínum á framfæri. Og við munum, ég talaði daginn Jósef, sem var kallaður til þess að kallaður að Guði. Hann fekk draum ungur ára þar sem hann sá hvar hann stóð og reis og allir bræður hans lutu honum. Og vinni, ég ætla bara að segja ykkur eitt, ef að Guð gefur ykkur svona drauma, haldið þeim bara fyrir ykkur. Ég ætla ekki að deila mínum draumum þar sem að þið öll beygið ykkur fyrir mér, það væri bara sjálfsmorð. En hann þurfti náttúrulega að deila þessu með bræðrum sínum og bræðurnir
urðu reiðir gagnvart honum, ósáttir við hann. Og það endaði með því að hann var seldur í áþján, hann var seldur úr landi og hann var seldur inn í hús Pótifars. Og þar var hann þræll en samt yfirmaður þrælana því að Guð var ennþá með honum og veitt honum framgang. Og kona Pótifars, hún fór að reyna við hann og hann vildi ekkert með hann að hafa því hann vildi vera trúr þeim sem hann var að vinna fyrir. Þannig að hann flýði frá konu Pótifars og hún laug upp á hann að hann hafði gert eitthvað misjafnt við hana og það endaði með því að Pótifar hendir honum í fangelsi. Þetta maður sem kallar á Guð og hann endar í fangelsi í mörg ár. Og vinir, við oft upplifum þetta þannig, það bara, Drottinn, ég veit að þú hefur köllun á mínu lífi, en af hverju ég alltaf að enda okkur blindstrætum? Og Guð að reyna að hanna för okkar þannig við förum í rétt átt til þess að við upplifum þá blessun sem hann fyrir okkur. Má ég heyra með henn? Og við vitum hvernig þessi saga endar. Hann ræður draum Faraós. Hann ræður drauma Faraós. Það eru 2 draumar sem að Faraó dreymdi og þetta voru alvarlegi draumar og Faraó vissi það. Þannig hann spurði, eitthvað sem getur ráðið drauminn? Og það enda með því að einn aðili þarna sem hafði verið í fangilsi með Davíð Jósef vissi að Jósef var með þennan eiginleik og hann sagði, ég þekki mann. Og Jósef var tekinn fram og hann gat ráðið drauma Faraós og þetta voru alvarlegi draumar. Því að það sem hann dreymdi voru það að það voru 7 ár sem yrði svona gnægtar ár. Síðan myndi önnur 7 koma þar sem yrði mikil skortur í landinu. Og þetta var aðvöruna draumur frá Guði sem að Guð í rauninni gaf Jósef ráðninguna við, sem gerði það verkum að þeir gátu gert fyrirbúnað. Og stundum, vinir, Guð að vekja okkur upp til þess að gera fyrirbúnað fyrir það sem að framtíðin ber í skauti sér. Og við þurfum að heyra röddu Guðs. Við þurfum að heyra þegar hann að tala. Við þurfum að taka mark á draumum sem hann setur í líf okkar. Og þarna hann og hann ráðleggur Faraó og hann var gerður að næst æðsta mann í ríkinu og við þekkjum það hann sættist við bræðurnar og þarna var Jósef sem var búinn að fara í gegnum alla þessar hörmungar. Það var Guð sem að lyfta honum upp. Og Guð gerir það sama við mig og þig ef við pössum að herða ekki hjart okkar og við göngum fram í viljans. Það er það sem hann gerir. Þannig að, vinir, ef að þú ert í erfiðum aðstæðum, treystu Drottni. Hertu ekki hjartað þitt, opnaðu hjartað þitt fyrir Drottni og hann mun lyfta þér upp. Það er bara lykilatriði, hann mun lyfta þér upp. Og það sem að gerist það að hann gerir fyrirbúnað, hann í rauninni að hjálpa bæði Egyptum, en líka þjóðinni sinni til þess að lifa af þær hörmungar sem að Guð hafi komið með yfir alla þjóðir í rauninni. Og þarna kemur fjölskyldan hans Jósef og hún flytur búferlum inn í Egyptaland. Blessun sem að Guð hafði klárlega fyrir liðin. Og við stundum með blessun Guðs þannig að hann hefur einhver ákveðin fyrirbúnað fyrir eitthvað ákveðin tímabil í okkar lífi. Og þá ber okkur að heyra röddu Guðs og fara eftir því sem að röddin að segja okkur að gera. Og hann var með fyrirbúnað inn í Egyptalandi. Og stundum það þannig að blessun Guðs varir í ákveðin tíma. Guð nefnilega starfar í tíðum og tímum. Og stundum uppskerutími, stundum vetratími, stundum hausttími, stundum vortími. Og Guð ætlaði svo sannarlega Jósef að vera þennan áhrifavald í bæði lífi sínu en líka fyrir þjóð sína. En fyrirbúnaðurinn átti ekki að vera fyrir þá að koma alla leið inn í Egyptaland og daga upp í Egyptalandi. Tilgangur Guðs var að veita þeim úrræði
en að þau áttu samt að vera í sínu eigin landi, yrkja landið, byggja landið. En þeir ákváðu að treysta ekki Guði og döguðu uppi í blessun sem að Guð hafði í gærdeginum. Og stundum það þannig þegar Guð að sniðla líf okkar. Þannig ég útskýri þetta betur það sem ég að segja. Þegar Guð sniðla líf okkar og eitthvað stoppar, þá reynum við stundum að tengja framhjá. Og það ekkert sniðugt að tengja framhjá, það getur orðið skamhlaup. Vinir, þegar Guð að sniðla líf okkar, reynum ekki að taka það sem hann að sniðla og líma það á greinina aftur. Förum eftir því sem að Drottinn hefur sagt. Höldum áfram göngunni með Guði. Tökum eftir tíðum og tímum. Og vinir, hefði Ísraelsmenn ekki, hefði þeir heyrt röddu Guðs og farið nákvæmlega eftir orðum hans, þá hefði þeir ekki verið í áþján í 300 ár. Þeir voru þrælar í Egyptalandi í 300 ár, því að þeir vissu betur en Guð. Og ég veit ekki með ykkur, en ég oft veit töluvert betur en Guð. Og ég ætla bara að segja ykkur líka, það hefur aldrei virkað. Ég veit nefnilega ekkert betur en Guð. En ég held að ég veit eitthvað betur en Guð. Og ég veit ekki hversu oft Guð hefur sett fyrirvar í hjarta mitt gagnvart ykkur í tengingu við ykkur að mannesku eða ég veit ekki hvað og hvað. Og ég hlust ekki á röddu Guðs. Og svo þarf hann að taka kúbeinið á líf mitt. Þannig að það fer ekki á milli mála að þetta var ekki tenging sem átt að vera til staðar. Vinir, við þurfum að hafa eyra sem heyrir það sem að andi Guðs að segja við söfnuðinn. Og vinir, stundum talar hann mjög skýrt, en stundum það eins og bara hvísl. Og stundum þurfum við að læra að hneigja eyra okkar að því sem að Drottinn að segja. Og stundum það þannig að það bara allt í kringum okkur sem að talar gríðarlega hátt. Og stundum Guð að kenna okkur að minnka allt áreiti fyrir utan til þess að heyra hans röddu. Og það gott mál. En þarna eru Ísraelsmenn búin að grafa sig í djúpan pitt í rauninni út af því að þeir heyrðu ekki röddu Guðs. Og þeir voru búin að vera undir áþján Egypta í 300 ár. Þar til að hróp hjarta þeirra náði eyrum Guðs og Guð vildi gera allt til þess að losa Ísraelsmenn undan þeim kringumstæðum sem að þeir voru sjálfir í raun búin að setja sig í. Og hversu oft það ekki þannig? Ég vil vera þannig á göngunni með Guði að Guð þarf ekki að nota einhverjar brjálæðislega aðferðir til þess að ná athygli minni. Ég vil vera manneskja sem að hneigi eyra mitt eftir því sem að Drottinn að segja. Því að vinir, við búum við miklu, miklu betri sáttmála. Við heyrum röddu Guðs. Við höfum heilagan anda í okkur og hann talar við okkur í gegnum orð sitt. Hann talar við okkur á samkomum. Hann talar við okkur í gegnum fólk og alls konar kringumstæður. Og Biblían kennir að andinn, hann leiðir okkur í allan sannleika. Hann hjálpar okkur, hann huggar okkur. Hann styrkir okkur, hann styður okkur. Hann hér til þess að hjálpa þér að ganga hnarreistur í gegnum lífið, treystandi á hann og ekkert annað. Og þegar hér komið við sögu, þá Móse fenginn til þess verks að leiða líðin út úr Egyptalandi því að Drottinn hafði fyrirbúið að þeir myndu eignast land í Kanan sem heitir í dag Ísrael. Og þarna tekur Móse sig til því að Móse upplifir sig í rauninni bær að gera það sem að Guð hafði kallað hann til. Og vinir, það annar leyndardómur í því. Guð oft notar fólk sem að menn kannski finnast ekki mikið til Þess vegna notar hann mig. Hann notar fólk sem að
heimurinn kannski telur að sé ekki bara all that. Hann notar fólk eins og mig og þig. Hann ekki að leita að einhverjum sem klárastur af öllum. Hann ekki að leita að einhverjum sem fyndnastur af öllum eða með mestu hæfileikana. Hann að leita eftir hjartalagi. Og ég þrá að vera með hjarta sem heyrir röddu Guðs. Það bara þannig. Það má taka allt í lífi mínu, Drottinn ekki gera það samt. Annað en Drottinn Jesú Kristi. Ég vil fylgja honum alveg sama hvað. Og þegar þarna komum við sögu, þá Móse fenginn til þess að taka lið sinn úr Egyptalandi og hann gerir það, hann stendur frammi fyrir Rauðahafinu, hann lyftir upp stafnum og þau ganga þurrum fótum yfir inn í eyðimörkina. Og út af því að eyðimörkin bara land þar sem ekki hægt að yrkja landið, að þá þurfti Guð að útvega þeim mat og drykk. Og hvað segir orðið? Guð gaf þeim manna á hverjum einasta degi sem hann svo dögn sem fyllti, sem kom frá himninum. Kennir ritningin. Hún kom frá himninum, var fullkomin, þetta var svona brauð sem að þau gátu tekið og borðað. Hann gaf þeim líka eitthvað að drekka. Við skulum lesa hérna einn ritningarstað, hérna í annarri Mósebók 17:6. Og þarna Drottinn að gefa þeim vatn að drekka. Þannig að við séum alveg með þá á hreinu hvað hér að gerast. Önnur Mósebók 17:6. Sjá, ég mun standa frammi fyrir þér þar á klettunum á Hóreb, en þú skalt ljósta klettinn og mun þá vatn spretta af honum svo að fólkið megi drekka. Og Biblían kennir að þessi klettur var Kristur. Kletturinn sem að fylgdi þeim eyðimörkinni þar sem þau fengu vatn að drekka, kletturinn var Kristur. Og þarna átti Móse að ljósta klettinn. Og hvað kom út úr klettinu? Það kom vatn. Og hver lifandi vatn? Það Drottinn Jesús Kristur. Og ef við teygum að lind Drottins Jesú Krist, þá mun okkur aldrei þyrsta. Og mér finnst þetta líka, ég var að stúdera þetta í dag, hann átti að ljósta klettinn einu sinni. Og hvað gerir Móse? Seinna, nokkrum köflum fyrir neðan, þá Móse reiður gagnvart liðnum út af því að liðurinn var ekkert að hlýða. Líðurinn reyndar hlýddi eiginlega bara sjaldnast. Líðurinn var bara mjög erfiður, svolítið eins og við. Og Móse stendur frammi fyrir klettunum og Guð hafði boðað Móse að ekki að slá í klettinn annars sinn, heldur að tala við klettinn. Og vinir, það sem að Guð gaf mér opinberun þarna í morgun þegar ég var að skoða þessi orð. Jesú átti bara að vera sleginn einu sinni. Þetta mynd upp á krossinn þegar hann sló klettinn í fyrsta skiptið. Þetta mynd þegar Jesú var sleginn fyrir mig og þig. Og hvað gerist þegar hann fer á krossinn? Lækir lifandi vatns renna frá lífans til allra átta til þess að seða þurrk þeirra líðs Drottins. Og vinni, þegar Drottinn fór á krossinn, að þá gerist það sama fyrir mig og þig. Lækir lifandi vatns eru aðgengilegir okkur í dag. En vinni, þegar hann búinn að fara á krossinn, þá sláum við ekki í hann aftur. Hann búinn að fara einu sinni á krossinn og það nóg. Og vinir, út af því hann fór á krossinn, þá getum við átt samfélag við hann. Hann sigraði dauðan. Hann sigraði hann. Hann sigraði hann einu sinni. Eftir það að þá þurfti hann að læra að tala við klettinn. Og við vorum að tala það í síðustu predikun, hvað það mikilvægt að vera í nánd við Drottinn okkar og frelsara. Þegar við þroskumst í trúni, þá lærum við að tala við frelsaran okkar. Og þegar við tölum við hann, þegar við eigum samskipti við hann, þegar við eigum einingarsamband við hann, þá koma þessi lækir lifandi vatns og þeir séð okkur. Þetta mynd upp á það að hann var sleginn einu sinni. Eftir það eigum við að tala við klettinn.
þegar við tölum við klettinn, þá fáum við vatn. Og vinir, við gleymum því stundum að það er ofboðslega auðvelt að fá vatn frá Drottni. Þetta hefur með samskipt að gera. Og Guð er búinn að vera að minna mig á alla þessa viku. Þetta snýst einingar samfélag. Þetta snýst að heyra röddu Guðs. Þetta snýst það að hjarta okkar sé samofið hjarta hans. Og ég vil ekki vera þannig manneskja að ég fari varhluta af öllu því vatni sem hann hefur að geyma fyrir mig. Að ég sé eins og Móse sem í rauninni misti af tækifærin að ganga inn í Kanaansland. Og við stundum erum við eins og Móse, við förum aftur og bak og áfram í kringum sama klettin því að við eigum erfitt með að læra. Þegar Guð hefur sagt við okkur, slepptu fortíðinni, slepptu kringumstæðunum sem þú ert að ganga í gegnum, treystu mér, reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit, lofaðu mig í öllum kringumstæðum, ég er stærri og meiri en það sem að þú ert að ganga í gegnum, ég hef gefið þér uppreisukraft sem býr innra með þér og þegar þú bara tala við mig, þá mun ég gefa þér læki lifandi vatns. Og vinir, við flækjum þetta. Við höldum þetta sé eitthvað svo rosalega flókið þegar Guð vill í rauninni að við leggjum niður okkar eigið. Og það hljómar illa þegar maður segir þetta svona, leggja niður okkar eigið. En þetta er það besta sem þú getur gert. Þetta er mesta blessun í lífinu, það er að leggja niður eigin plön og treysta Drottni. Ég ætla bara að segja þér það. Besta tilfinning í heimi er að leggja sjálfa sig á altarið og treysta Guði. Að fara að eiga samskipti við Guð varðandi alla hluti. Því hann elskar okkur. Hann ber umhyggju fyrir okkur. Hann vill að þér vegni vel. Hann vill ekki að þú sért fastur í eitthvað sársauka í fortíðinni. Hann vill ekki að það sem að gerðist fyrir ári síðan skilgreini líf þitt for the rest of your life. Hann vill að við höldum áfram. Má ég heyra með hann? Og vinir, það sem að við þurfum að læra rétt eins og Ísraelsmenn, þegar Guð er að klippa hluti í líf okkar, þá er það ástæða fyrir því. Þegar Guð er að taka eitthvað úr líf okkar, þá er ástæða fyrir því og það er okkur til blessunar. Það er til þess að við berum meiri ávöxt. Má ég heyra amen? Halleluja. Og það sem að gerist, alveg með 2. Korinthbréf 3:18. En allir við sem með óhjúpuðu andlit endurspeglum dýrð Guðs. Það er það sem að Drottinn þráir að sjá í líf okkar, það er dýrð hans. Ummyndust til hennar sömu myndar. Og vinir, þetta er ummyndunarferli. Og það sem að ég er að læra í dag, kunni ég ekki fyrir ári síðan. Þetta er ummyndunarferli. Og þarna förum við frá dýrð til dýrðar. Guð hefur kallað okkur frá dýrð til dýrðar. En þú missir af nýrri dýrð ef þú leyfir honum ekki að ummynda hluti í lífið þínu. Ef þú leyfir honum ekki að mynda sína mynd í lífið þínu. Og vinni, til þess að gera það, að þá hef ég oft þurft að segja Drottinn, ekki minn vilji heldur þinn. Og fyrir samkom í dag að þá var þetta bæn mín, Drottinn, ekki minn vilji heldur þinn vilji. Og vinir, hér er fólk inni sem að hafa svo mikið potential. Það er svo miklu möguleika með líf hvers og eins hérna inni. Ef við lærum bara að sleppa því sem að baki er og seilast eftir því sem framundan er. Halleluja. Þegar Guð hefur meira. Hann hefur meira. Hann er bara rétt að byrja. Og við þurfum að vera rosalega fljót að afgreiða hluti. Og ég held að helsta leksían fyrir mig, sem hefur kannski verið hvað erfiðast einhvern veginn að læra, það er að vera fljótur að fyrirgefa. Vitið hvað ég er að tala um? Maður oft situr með einhverja tilfinning út af einhverju sem gerðist einhver tíman og það einhvern veginn, öll hugsun,
Öll orka fer í eitthvað sem að gerðist eitthvað tíma. Það ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Vilji Guðs fyrir okkar líf að við lifum lífi fullt af gnægð. Við erum opin og með full tillökunar fyrir því sem að Guð ætlar að gera fyrir okkur. Halleluja. Og við lærum að tala við klettin. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Klettunum var bara slegin einu sinni. Klettunum var Kristur. Eftir það talar við klettin. Og hann mun veita þér allt sem að þú þarft. Halleluja. Rikarabashiak, halleluja. Þannig að kletturinn Kristur. Leifum honum að taka burt. Í öðru Korintharbréfi 5:17 þá stendur ef einhver Kristi hann skapaður á ný. Hið gamla var það engu, sjá nýtt orðið til. Ég var að huglega líka þennan reikningastað. Þetta að sjálfsögum það þegar við tökum á móti Jesú Kristi sem okkar persónulega frelsara. Hið gamla var það engu, nýtt orðið til. En staðreyndin svo að í gegnum gönguna okkar með Guði þá munum við upplifa oft dauða greftrun upprisu. Það getur verið frá væntingum sem að við höfðum gagnvart einhverju, dauði, greftrun, upprisa. Stundum þurfum við að leyfa hlutum að deyja. Þegar við leyfum hlutunum að deyja og við drögum ekki á eftir okkur líkið, þá munum við upplifa upprisukraft. Og vinir, það einhverju hluta vegna, þá þetta orð mjög sterkt á hjarta minn í dag, því ég trúi því að hér inni fólk sem að mun upplifa á páskahátíðinni nýjan upprisukraft. Ég bara virkilega trúi því. Það vendipunktur í lífi margra og Guð ætlar að reisa þig við. Hann ætlar að gera beinar brautir þínar. Þú munt upplifa dauðagreftrun en þú munt líka upplifa upprisu. Þannig í dag þá skulum við leggja til hliðar allar svona einhverjar skringilega væntingar eitthvað sem að við höfum kokkað upp og segjum við Drottinn, hver þinn vilji? Verði þinn vilji en ekki minn. Má ég heyra amen. Halleluja. Takk Jesús. Það ný tíð. Rísum hans á fætur.